Já, það komið að fréttu frá Gaza og Magga Stína hingað komin. Hvað, var það ekki góða fréttir? Nei, það hafa ekki verið góða fréttir. Það eru margir myrtir í gær, veistu það? Ég veit ekki hvað voru margir myrtir í gær. Sko þetta eru að jafnaði svona 40 manns á dag. Aðalfréttin var um 16 ára gamlan dreng sem var drepinn í gær. Hann var fyrst skotinn af ísraelskum hermönnum og það voru margir sem skutu hann í einu. Þetta er svona pyntinga, þetta er hann að dystopían sem við lifum í núna. Svo þegar þeir voru búin að skjóta barnið að þá keyrðu þeir yfir hann á svona búldóser fram og tilbaka jarðýtur á jarðýtum og svo þegar átt að reyna að ná í barnið eða það sem eftir var að því að þá komu þeir í veg fyrir að það veri hægt. Þannig að þetta eru svona aðferðirnar, þetta er svona hugsunahátturinn og þetta er það sem við búum í dag. Þetta er í daglega líf á Gaza. Já, þetta er í daglega líf á Gaza og á Vesturbakkanum líka. Já, en hvernig er daglega líf fólksins sem býr undir þessu? Það er náttúrulega þannig núna á Gaza. Er það í vinnu á mótnanna og börnin í skóla? Nei, já, einmitt að það er engin skólabyrjun hjá börnunum, það eru 625.000 börn sem hafa verið svipt skólagöngu í það minnsta náttúrulega að minnstakosti 500 kennarar og skólastarfsmenn hafa verið drepnir og þetta er náttúrulega þú veist fyrir dálítið mörgum dögum síðan var talið að það verið 200.000 mann sem eru bara drepin skilurðu samkvæmt svona útreknuðum tölum. Ég er alveg hætt að tala um þessar tölur sem að heilbrigðisráðuneytið Gaza treystir sér til að það er bara fundin lík. Já, það er bara fundin lík sem hægt er að bara kennsla á. En þrátt fyrir svona helvítið sem að hefur verið skapað af Ísrael að þá til dæmis verður maður eins og þetta hefur náttúrulega verið bara þá til dæmis finnst mér vera mikil frétt að Al-Aqsa spítalinn til dæmis sem að jafnaður bara var við jörðu, var bara sprengtur í loft upp fyrir ekki lengur síðan að því það eru þetta líka frétt þú veist það hefur verið mikið talað um það hvað palestínska þjóðin og bara svona palestínumenn séu óbilandi í að endurnýja, byggja upp, rækta þrátt fyrir það er búið að sprengja ofan að þeim allt að þá bara byrjaði strax að byggja upp aftur og aftur. Og eyðileggja akra þeirra, það er líka eyðileggja akra þeirra og þeir bara og talandi um þetta þá eru þetta fréttnæmt að tala um það að starfsmenn Al-Aqsa spítalans náðu að opna nokkra deildir á spítalanum daginn. Og það er einhvern veginn alveg fyrst manni stórkostlegt inn í þessu öllu. Það var til dæmis fréttum hennan dreng, það var einhver einmitt svona ungur, já, ég segi drengur skilur, það var undir 20, sem var einmitt drepinn og hann hafði utan við tjaldbúðurnar hafði hann verið farin að rækta rósir skilur. Það er tónlistafólk á Gaza gengur nú á milli flóttamanna tjalda og spila og reyna að inspírera börnin, þú veist, af því það er engin skóli, það er ekkert, þú veist, það er ekkert, enga vinir heimsóknir, engin skóli, engin fótbolta, ekki neitt, það var bara, þau hefur verið svipt öllu, en það er makalust hvað, svona, þetta lífsneistin er sterkur, skilur við, og hvað áræðinin er mikil og hvað staðfestan er mikil í að byggja alltaf upp hvers konar rústum. En er það þannig að fjölskyldan séu saman og það sé eins konar útgöngubann að það sé ekki óætt að ferðast á milli, mann sé stundum myndir þar sem að fólk er bara að fara eins og það liggur við að sé að fara að versla eða eitthvað? Já,
það sko, en þú veist, það auðvitað það sem að kannski fólk heldur í lengstu lög, sko, maður getur bara séð sjálfan sig í því, sko, að reyna einhvern veginn að, þú veist... Þú þarf náttúrulega að borða. Já, og þú reynir að halda einhvern veginn í horfinu, auðvitað fyrir börnin þín. Já. Þú veist, það bara, maður þekki það bara sjálfur. Jáfnvel þótt maður flyti oft, ég vil ekki fara að bera þetta saman, skilur, en þú reynir alltaf að búa til einhvers konar hreiður og einhvers konar heimili, einhvers konar, þú veist, umhverfi fyrir börnin sem og reynir einhvern veginn svona að gera það besta á stöðinni. Það er náttúrulega, sko, aðal manneskjunar, skilur, á einn veginn. Þú vona að næsta sprengja lendi ekki á þér heldur. Já. Og ég meina þau, talandi sko, það hefur kannski ekki verið minnst á það til dæmis að hérna fólk á Gaza, það býr við drónahljóð 24 tíma sólarhring. Ég veit ekki hvort að það heyrði svona drónahljóð, þú veist, það heyrði eitthvað drónahljóð svona út í náttúruna, verið svona truflandi. Það er ekki ógnir hér, það er bara einhverju... 100 dróna sem er í gangi. Dróna sem við heyrum í, það er bara einhver svona nörd sem er að taka mynd af eldgosi eða eitthvað. Já, ég myndist þess bara, þú veist, ég var í svona lundaskoðun og ég hugsa bara, hvað er þetta? En þetta eru svona njósnadrónar. Og sem að bera líka stundu vopna. Og vopnadrónar sem að, sko, eru 24 tíma áreiti á heilan á þér, skilur. Þannig að daglegt líf, sko, þess að vera alveg saman hvað það ert. Þú ferð klóstið, þú ferð að sjónum, þú ferð inn í tjald, þú ferð, það eru 200 mann sem að nota sama klósettið. Sko, öll sápa er búin á Gaza. Það er ekki til neinn sápa. Hérna, ég talaði við konum daginn sem að, hérna, var komin að því að fæða sitt 4. barn, nýbúin að missa 1 barni sitt. Sko, þú veist, þetta er bara, já, þetta er svona, já, ég veit ekki, þú veist, þetta er náttúrulega löngu komið, sko, það er svona gengur neti líka einhver svona, þú veist alltaf einhverja svona setningar, þú veist, frómar setningar sem settar eru á netið. Og það eru bara einhvern veginn allar á þann veg að það séu löngu hægt að vera til orð í okkar orðaforða yfir það sem er að gerast. Og ég held að kannski aðalfrétt hvers einasta dags sé sko svo hvenær við ætlum að segja stopp, sko. Hvenær, þú veist, hvernig ætlum við að tækla þetta? Hvernig ætlum við að tækla það að það sé, sko, vestræn stjórnvöld taki þátt í þessu og þá er ég að segja, þetta eru undantekningar, þú veist, á einhvern hátt, en samt ekki. Evrópusambandið, Þýskaland, ég meina fasismin í Þýskalandi er, sko, þú veist, sko, hann er á einhverju, já, ég meina hann er þetta bara... ákvarðana stjórnvalda en ekki uppgangs alltaf fór Deutschland í Austur-Þýskalandi. Og það við talað bara lögformlegu stjórnvöld, hefðbundnu stjórnmálaflokka Þýskalands sem eru að sveigja sig á til þöggunar og ritskoðunar og já, þeir eru ekki að sveigja sig neitt, sko, það er nú langt síðan sveigja þeir voru annars þar en þessu. Já, ég meina þetta er bara, þú veist, það er bara, sko, full on fasismi, sko, þú veist, og lögregluofbeldið er, sko, eins og amma mín hefði orðað viðunnilegt, sko, það er rosalegt, sko. Og þannig er það líka í Bandaríkjunum og þú veist, og þetta er, nú er búið að gera, sko, þeir hafa notað sumarið mikið í Bandaríkjunum, við talaðum núna, sko, að gera háskólastúdentum það ókleift að mótmæla. Þú veist, að til dæmis tjaldbúðirnar sem settar voru upp síðasta vetur og voru svona aðal og það sem er svona þunga miðja mótmæla í Bandaríkjunum. Þeir hafa gert það þannig, sko, að þú veist að gefa gert stúdentu það ókleift að setja upp tjaldbúðir á háskólalóðunum og þetta er svona og, sko, þannig að þú veist þetta er í raun og veru aðalfrétt hvers dags er náttúrulega uppgangur fasismans, þú veist, sem er bara í ætt við, sko, sadismann og fasismann sem að viðgengst þarna í þessu svo kallaða Ísraels ríki sem að er nú vonandi að líðundi lok og
og já, og í raun og veru siðferði okkar sko, já, ég sé bara já, aðalfrétt dagsins kannski, þú veist, hvernig svona við fáum bjargað við okkar siðferði við mannkyn úr þessu. Við mannkynni erum ekki svona, þetta er ekki beint svona félagsskapur. Það eru alls konar sjónarmið sem að stangast á og inn í löndunum líka og það er kannski ekki alveg gefið hvernig mannkynið á að komast að einhverju einni niðurstöðu. En það virðist að stjórnvöld, allavega í okkar heimshluta, að þau telja ekki ástæðu til þess að grípa inn í þetta með einum svona raunhæfum hætti. Nei, þau gera það ekki. Og við höldum áfram að, sko, að þú veist að fiska upp einhverja sögur, þú veist, eða ekki sögur, heldur er fréttaflutningur, þú veist, ég meina fjölmiðlar hafa til dæmis algerlega brugðist, sko, fréttaflutningurinn, sko, snýst það hvort að það sé, sko, yfirmáta mikill harmleikur að 7 gíslar hafi dáið, og það verður svona þungaviktar fréttin sem að ríður yfir heimsbyggðina á meðan sko enginn talar í þeirri sömu setningu þessa 200.000 sem hefur verið bara bókstaflega 1 skilurðu, þú veist, þannig að sko, það er nú kannski bara svona það. En það merkir náttúrulega, ef að það er raunin, þá merkir það að við búum í samfélagi sem að lítur svo á að dauði 7 Ísraelsmanna réttlæti morð á 200.000 palestínumönnum. Já, viljum við vakna upp í þannig heimi á hvern einasta dag. Þetta hefur verið gerst áður í Mækisunni. Já, og minnur á tímum þá bara Sesars og Nerós og það brotið einhver brýtur eitthvað af sér og þá farið einhver refsilegangur og fjöldi fólks drepinn. Já, ég meina og við erum bara að upplifa nákvæmlega með svona tíma. Já, ég er ekki til að segja sko þetta sé eitthvað nýjung en hins vegar sko erum við að upplifa það að sko dráp, slátrun á 200 og eitthvað þúsund manns. Og stjórnum okkar er reynið að réttlæta það fyrir okkur. Já, stjórnvöld að gera það, já. Og segja við þig að þessi góðmennska þín að við höfum ekki efni á henni af því það er eitthvað önnur lögmál sem eru mikilvægari. Já, þannig að það flokkast undir góðmennsku að finnast það athugavert að 200 og eitthvað þúsund mann sé slátrað. Það er náttúrulega góðmennska, sko. Já. Þeir segja við þetta þessi góðmennska sem við höfum ekki efni á. Ef ég er að reyna svona átta mig á því svona af hverju þessu stilt svona upp. Já, en ég bara minnist þess að hafa sko séð næstu því. Þessi góðmennska geti tortímt heiminum okkar. Við lifum í heimi sem hefur ekki pláss fyrir góðmennsku. Ekki pláss fyrir samkennd. En þetta er náttúrulega kannski svona hugtök sem hefur bara, þú veist, kannski bara hefur allt svona tungutak og orð bara tapa gildi sínu. Þess að sko þú veist, ef það flokkast undir góðmennsku, ég veldi fyrir mér sko að því rifja svo oft upp sko, þú veist, þegar einmitt svona fréttaflutninga, einmitt aðeins svo að þessum 7 gíslum, ég er ekki að tala um að auðvitað hann harmdauði öllum þeirra aðstandendum og allt það sko. Heilagt líf eins og allra annara. Já, algjörlega. Og sko en þetta er náttúrulega, við erum kannski, já, eins og ég segi, þú veist, við erum á mjög svona merkilegum stað, sko. Svona mikil dystopía, sko, og þar sem maður svona skilur ekki almennilega á hvað maður er að horfa þegar maður er að horfa fréttir, sko. Maður áttar sig ekki á því, sko. En þetta er svona kollektífa refsingar. Nasistar notuðu þetta. Já. Það var einhver sem sprengdi járnbrautateina og þá voru 200 manns í þorpinu skotnir. Þeim þóttu þetta að vera réttlætanlegar aðgerðir. Já, það er bara nákvæmlega það sem er í gangi núna. Ég var eins og í heimaðastaskóla. Það var einhver sem fór inn í búrið og stal niðursóðnum ávöxtum. Þá voru við öll sett inn á svona sal og svelt þangað til að einhver gæfi sig fram eða einhver myndi kjafta. Svona kollektíft refsing. Þetta er svona, en ég alltaf alveg stuffið þetta væri sko primitíft og eitthvað sem við varum á leiðinni frá. Það væri eiginlega sko gaggalagú hugsunarháttur sko. En þetta er bara, líklega er það þetta sem fólk er að samþykkja. Ef að palestínumaður fremur glæp, þá skulum við refsa öllum palestínumönnum og drepa þá.
Já, og ég Þess að við tökum sko frelsisbaráttu Palestínu manna frá og svona forsúguna, þá þetta eru svona kollektífa refsingar sem eru réttlættar. Með þessu sem við höfum oft sagt hérna, að Ísraelsmenn hafi ekki bara rétt á að verja sig heldur betur en skylda til þess. Já, það náttúrulega, þú veist, sem náttúrulega kólránt, eins og við bentum á síðast, sko, að það er auðvitað ekki þannig, sko. Og og raun og veru auðvitað, bara þá erum við náttúrulega auðvitað komið þangað, við bara lifum við það að samþykkja lygi, ofan í lygi, ofan í lygi, ofan í lygi. Og það er auðvitað okkar almennings að bregðast við því. Já. Drengurinn sem hún lýstir áðan, sem var skotin á mörgum hermönnum og síðan kyrti yfir hann á jarðýtu, að hann mátti deyja út af einhverju sög sem einhverjir sömu þjóðar hans höfðu frammi, þannig hans líf er einskis virði. Já. Með ef að einhver af þinni tegund brýtur gegn okkur, þá hef ég rétt til þess að drepa alla af þinni tegund. Já. Og það er kannski, þú veist, til dæmis sko sagan á honum, sko, þetta er einhvern veginn, að því auðvitað, sko, gerast hlutirnir, þú veist, eins og þetta er raunur kannski bara telst varla frétt að einhver drengur sé drepinn, síðan keyrt yfir hann, þegar leitið til þess að, ég var að horfa á svona podcast með einhverjum, ísraelskum, einhverjum útvarsfólki sem að, þú veist, maður er svona einhvern veginn svona, það er hægt að leiða því líkum, sko, jafnvel þótt að, þú veist, mótmæli gegn Netanyahu séu mikil, þá er ísraelsk þjóðarsál í raun og veru orðin að mínu áliti verulega sjúk og óhugnaleg, sko. Með svarta sál. Já, sko, vægast sagt. Því þar kemur fram, þú veist, sko, ég meina það er ekki, sko, eins og segja, maður auðvitað verður að æfa sig að lýsa einhverju sem er næstu því ólýsanlegt, en þar eru svona þessi vinsælu útvarpsmenn að lýsa því að þeir hafi farið á eitthvað djam kvöldið áður og dansa og drukkið og finnist að vera, sko, í raun og veru betra að fara út að djamma vitandi það að það sé verið að eyða þjóð 200 metra frá þeim eða skilur 5 kilometrum eða 20 kilometrum frá þeim, þá skemmti þeir sér betur skilur og þú veist Þetta er svolítið svona kinky Ég meina, ég er ekki bara eitthvað konar ögurstund ég spyr sko Nú fengir henni til þess að tala en ég er einhvern veginn orðlaus. Ok, en það hafa verið mótmæli í Ísrael sem að beinast gegn stjórnvöldum. Já. Og fyrst og fremst er það ekki út af því að mótmælendur telja að höfuðáherslan eigi að vera að frelsa gíslana. Já. Ég segi ekki svona hvað sem það kostar en svona að það væri eftir að vera höfuðhlutverk stjórnvalda og aðgerðirnar hinga til tefji það að gíslarnir verði lausir. Já, en það er svona, einmitt, og þessi höfuð áhersla á að frelsa gíslana, að gera það verkum, að þetta verður mjög svona, að það gerist ekki mjög mikið, þannig að þú veist að þessi Netanyahu, hann er bara, sko, einhvern veginn í einhverju svona eigin leik, sko, í sínum stjórnmálaleik, sko ísraelskur almenningur berst fyrir gíslum sko það sem að því þetta eru mörg 100.000 manns sem að fóru út á götu Tel Aviv núna sko ef að mörg 100.000 manns færu út á götur í Tel Aviv til þess að mótmæla þjóðarmorðinu þá væri aldeilis staðan önnur sko og eins mætti náttúrulega bara segja sko ef að einhverju ef að ráðamönnum í Bandaríkjunum dytti í hug að taka upp síman og múti ljúka þessu bara með einu símtali sko. Kannski er það þannig að í Ísrael að þá sá sem að hvetur til fríðar er skilgreindur að hann sé Hamas liði og eins og í Evrópu að sá sem að hvetur til fríðar
og bendir á að NATO hafi ekki komið á friði í Evrópu heldur stríði. Hann kallar pútinisti. Þannig að í stríðsástandi þá verður heimurinn bara svartur og hvítur. Já. Og það verður ekkert skjól fyrir þann sem að andmælir stjórnarstefnunni. Nei. Það verður bara, og það er mikið hugur ekki til þess. En það má náttúrulega kannski, þú veist, sko, agitera fyrir þeirri staðreynd að hverjir eru, sko, fórnarlömb stríða. Í hverju einasta stríði eru bara fórnarlömb stríða, það er bara börn, konur og almenningur, sko, almenningur allir, sem að geldur fyrir það. En ég man að þarna í október, að eftir árásina inni í Ísrael, að þá var leiðari í Haaretz sem er blað sem er gefið út á ensku í Jerúsalem og er á svona rætur í verkamannaflokknum sem að hafði svona mikil áhrif í íslenskum stjórnmálum og var kannski hluta því að það voru svona samyrkjubú og eitthvað fleira, sko það var svona sósíalísku þráður í uppbyggingu í Ísrael í gamla daga. Já. Það sem er komið ávart í að þeir sögðu, skrifuðu leiðarann, að atburðir í gær eru allir á ábyrgð Netanyahu. Já. Það er annars vegar að hann hefði ekki gætt að svona vörnum og svona, en megin ástæðan var svo að stefna hans gagnvart Palestínumönnum hafði verið með þeim hætti að það hlaut að kalla á ansvar. Já, það var bara... Og ég hugsaði þegar ég lasi þetta, 9/11 í Bandaríkjunum, það verið óhugsandi að einhver hefði skrifað þetta í Bandaríkjunum. Samt, þú veist, 12. september 2001, þá var bara sólít skoðun í svona sögulegu ljósi að meðan Bandaríkjamenn eru með hernað í Mið-Austurlöndum og brjóta þar niður sko ríki og reyna að splæsa þeim bara aftur á steinöld, þá hlýtur stríðið að koma heim til okkar. En það var enginn í Bandaríkjunum sem sagði þetta. Og ef einhver sagði þetta einhvers staðar í einhverju fjölmiðli, þá var bara ekki talað við hann meira. En þess vegna fannst mér þetta svo eiginlega magnað að sjá Haaretz að þar er þó þessi dugur í Ísrael. Það geta orða hlutina með þessum hætti. Já, og það hafa þetta, sko, eins og það er hann Gideon Levy sem að, er sérsagt, ég veit ekki svona, ritstjórið allavega skrifar í þetta blað, að hann hefur auðvitað verið mjög mikill, sko, talsmaður akkurat þessara raddar, sko. Og Það kom nú hingað Já, akkurat. Bara fyrir ári síðan. Það var bara rétt fyrir október, sko. Ég held að það er bara fyrir september. Einmitt. Og hann svona, sko, honum tekst, sko, að koma með þessa rödd sem er mjög óalgengt og það er svona nánast að, sko, maður trúi því að manninn sé stætt á að búa þarna, sko, eins og staðan er, en hann kannski bara hefur unnið sér þann sess að þeir, sko, telja að það borgi sig ekki að koma honum fyrir kattanef. Þú veist, en hann hefur verið mjög ötull og hann, sko, tjáir sig mjög mikið á þannig þessar raddir heyrast og við kannski erum ekki aðstöð til þess að meta það hvort það hafi teljandi áhrif. Það er náttúrulega kannski ástæðan fyrir því að honum ekki komið fyrir kattanef að þeir meta það sem svo að hættan af honum er ekki mikil. Það er meiri hætta á því að láta hverfa. Akkurat, það er meiri hætta. Já, akkurat, sko. En þessar raddir eru til í Ísrael og hafa alltaf verið til. Já. Og það hafa verið, það eru ólík sjónarmið þarna, það til dæmis heitrúa gyðingar neita að taka þátt í stríði. Neita að gangi í herinn, en nú að neyða á í herinn, ekki? Jú, og svo náttúrulega hafa bara alveg frá því í október hefur maður, sko, séð mjög reglulega að það, sko, þeir bara ofsóttir og barðir á götum úti og hið eiginlega gyðingahattur, þetta fer fram af, þú veist, það er eitthvað skapaður, Ísraelsríki, sko. Svo náttúrulega líka það að gera kröfuna að stefna Netanyahu sé raunverulega vilji allra gyðinga. Þannig ef þú andmælir stefnu Netanyahu, að þá sértu raunverulega með hatur gagnvart gyðingum er náttúrulega klikkaðast að gyðingahatur sem það heyrst hefur. Það er bara, sko, þú veist, algjörlega bara áróður, sko, þú veist, sem er bara út úr kortinu, sko. En sko, tekst vel og ég meina, þú veist, ég er líka svona, ef maður flytur þetta,
þú veist að þetta hefur mikil áhrif og þú talar 7. október og þá var búið að undirbúa þennan áraður sko hvernig ofbeldi Hamas gagnvart þeim sem að skilur í þessum þorpum og tilbúningurinn sko var með ólíkindum, það var allt þetta sögur börn í örbylgjuofni og í eldheitum bakarofnum eins og Birgir Þórarinsson sagði og fóstrin tekin upp og grilluð og allar þessar sögur sem meðalans Birgir Þórarinsson þuldi upp í þingi. Akkurat og hefur aldrei þurft að hefur fyrir löngu komið fram að helbrið þvættingur. Já, og þetta bara þvættingur og þetta náttúrulega þetta er auðvitað sko eiginlega vopn þú veist og þetta fer sem sko berst bara sem eldur í sinn og hann hefur ekki þurft að svara fyrir það, hann er ennþá á launum hjá okkur, er það ekki Birgir Þórarinsson? Hann er á þingfararkaupi. Akkurat. Og þannig að þetta er svona greiðum honum meðan annars ýmis útlægan kostnað til dæmis svo hann geti fylgst með fjölmiðlum og upplýstur maðurinn. Þannig hann hefur fengið borgað sko ríkissjóði til að afla sér upplýsingar sem að eiga sína fram á það sem að ræðan sem hann hélt er þvættingur. En kannski eyðir hann þessu bara í eitthvað annað. Peningunum sem hann fær. Já, kannski. Það fær kannski bara á klausturbarinn. Já, en hann er með svona útlagan kostnað sem að þingmennirnir fá til þess að þeir haldist upplýstir. Já, það er þannig í stríði að sko sannleikurinn fyrst að fórnarnafn eins og sagtir. Og það er svo augljóst núna í til þessi tengslu við þetta að ég held þetta hafi heldur ekki verið eiginlega dregið tilbaka neinu ráði í ríkisútvarpinu. Nei, ekki neinum íslensku fjölmiðlum. Og ekki á þingi, jafnvel þótt hann hafi logið að þingi og þjóð, þá þarf hann ekki að svara fyrir þær legar. Og þetta er kannski kæran að til siðanefnd þingsins. Ég held að þú getur gert það. Já, best ég geri það bara. Þú bara hugsa það helgina. Ég hugsa það helgina. Og svo kemur allt á mánudaginn. Kannski segir mér frá því hvort þú ert ekki ákvörður þetta, þá þess að ég sé egnar í hvað í það. Nei, ég bara íhuga þetta. En takk fyrir að koma hingað og segja okkur fréttir frá Gaza sem er stærsta fréttamálið sem er í gangi í dag. Því miður. Takk fyrir. En ég ætla að sitja hérna áfram og ætlum fyrir mikið að skoða allt annað stríð í öðrum heimsluta hér eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.